Já, þá voru skiptið fyrir okkur hérna sitjum við 5 reynsluboltar íslensk þjóðmál. Hallfríður Þórarinsdóttir mannfræðingur, Lísa Pálsdóttir leikari, söngkona og fyrir Já, ég myndi nú segja að starfstitillinn væri dagskrárgerðarkona í útvarpi. En þú kannast við hitt samt? Ég kannast við menntun mína og hérna, já. Já, og söngin? Já, líka, það hefur líka gert. Bjarki Bjarnarsson, hvað ertu menntaður? Já. Ertu bara... Ég nú... Ertu sagnfræðingur? Nei, það haldaði maður ekki. Já, það ekki... Ég íslenskufræðingur og íþróttakennari. Já. Og tók svo háskólapróf í latínu og grísku líka, forngrísku. Já. Það svona helsta. Þú bæði skrifa svona óhefbundi texta og yrkir? Já, ég hef bara búin að snúa mér bara alfarið að ritstjóra núna á síðustu tímum, sko. Já. Það bara mjög skemmtilegt. Og býrði í Mosfelldal? Já, ég er búin að búa það frá því að ég var 2 ára. Já. 70 ár. Já. Varstu ekkert að fara? Nei. Við skulum ekki. Nei. En svo hérna hjá okkur Viðar Eggertsson sem leikari og svo fyrrum leikhússtjóri útvarpsleikhússins. Og útvarpsleiku og líka leikhússtjóri á Akureyri. Já. Sko ég fór hérna í leiklistaskólan til að verða leikmyndahöfundur. Já. En þá bara varð allt í einu ekkert leikmyndahöfundarnám þar svo að ég endaði að útskrifast sem leikari. Já. Og var síðan mikið að leikstýra og svo endaði ég svona síðasta fasta starfi í leikhúsi var að vera útfast leikhússtjóri þar sem eru engar leikmyndir. Já, það sem þú ætlar að verða. Það eru tröppur í stúdíótón, það er svona, maður getur látið fólk hlaupa upp og þá er annar hljómur einhvern veginn. Já, en það er ekki sem sérst. Voru þið bæði í sál eða? Já. Og stofnum bæði sál og vorum í sikkvorum árgangin. Þú voru að kynna fyrir hlustendum hvað það er. Það er ekkit víst að sem hlustendur sem vita hvað það er. Það hét upphaflega samtök áhuga fólk sem leiklistarnám og við vorum sem sett í upphafið að stúdera hvernig hægt væri að hafa leiklistarnám í Íslandi því að það voru bara búin að vera þá 2 skólar sem voru tengdi leikhúsunum báðum, Þjóðleikhúsinu og Iðnó og voru svona eins konar námskeið í leiklist. Það var kennt bara 2 tíma á dag svona milli æfinga og sýninga í leikhúsunum. Og við vorum að stúdera hvernig nútíma leiklistarnám væri og það endaði svo með því eftir þessa mikla rannsóknarvinnu að við ákveðum að láta á það reyna. Og stofnuðu skóla og reyndum á þessa hugmyndafræði sem var þá helst upp í Evrópu hvernig leiklistarnám ætti að vera. Og þetta raun og veru og þróuðum það í skólanum og varð raun og veru grunnurinn að náminu í leiklistaskóla Íslands og núna listaháskólanum. En skikki á nokkurn ef ég segja að Sigurður Sigurjónsson sig kannski sá ykkar sem að er eitthvað þekktastur sem leikari? Já, Guðrún Gísladóttir, aldeilis líka. Og Hanna María Karlsdóttir og Tinna Gunnarsdóttir og fleiri og svo má nefna Lísu Pálsdóttir og Viðar Eggertsson. Jafnvel hann. Og fjöldamarga fleiri. Ásu Ragnarsdóttir þekkir. Ásu Ragnars og Elisabethu B. Þórisdóttir sem var lengi vel forstöðumaður Gerðbergs því að leiklistarnám er þannig að það hefur nýst fólki mjög vel í hinum ýmsu störfum. Ég held að við nýst okkur Lísu mjög vel í útvarpsstörfunum í dagskrárgerð sem við vorum bæði mjög árum og áratugum saman að vinna við. Lísa þó meiri ég. En þetta er ofboðslega gott grunnnám í bara hinum ýmsu þáttum sem snýr að menningu og listum og samskiptum og öllum mögulega. Ef þið ekki eftir dugið ykkur til að gera þetta á sínum tíma þá getur vel verið að fara á vísu marga mjög þetta leikar sem síðan röðu. Já, maður veit aldrei. Þetta var kveikjan að hinn áframhaldandi. Já, en það má nú segja, sko, ég man eftir að Sigurður Skúlason held ég hafa sagt þetta við mig einhvern tímann.
það úr hverjum hópi verða aldrei allir. Nei, það svona 2-3 Já, það svona, þetta eru bæði tækifæri og það misjafnt hverjir eru leikhússtjórar og hverjir eru að setja upp sýningar og líst vel á 1 eða 2 úr hverjum hópi. Það fólk svona, ef það stendur sér vel og fær góða dóma og annað og skila góðu verki, þá svona má rekna með að það hafi feril. Og ég veit að þetta með þess að margir af þeim sem lærðu utanlands, því það alltaf fólk sem gerir það. Já. Og lagði ekki þetta inntökupróf eftir að það var sett á og svona. Það átti erfiðara með að komast inn í leikhúsin út af því að það hafði enginn séð þau í nemendaleikhúsin. Við áttum kannski, og það svona auðveldar að þú hefur verið sýnilegur í nemendaleikhúsi, en nú hefur það gerst, sko, við börðumst mjög mikið fyrir því að það væri loka ári í náminu væri nemendaleikhús. Þar sem við reyndum á getu okkar og öllum sviðum við það að búa til leikhús og reka leikhús, þar sem við erum bæði með leikmynd og búninga og rekstur og miðalsölu og auglýsingar og allt það. En því miður núna, bara ekki fyrir svo löngu síðan, búið að taka 4. árið út sem að nefnda leikhús og leiklista svona verkefnin á 3. ári kallast nefndaleikhús í dag. En það svolítið mikil söknuður af þessu og sko varðandi þetta það eru kannski 8-10 manns í hverjum árgangi og það svona venja við sjáum 2-3 sem feta þess að slóða að verða leikhúsfólk í föstu starfi eða fullu starfi sem ævistarf og ég safnaði til dæmis upplýsingum árgangi minn sem útskrifaðist 1976 og ég safnaði upplýsingum hann í 25 ár svona þegar dagblöð kom út það var klippubækur það var það til í dag og það var svo forvinnilegt þegar maður plettir þessu bókum að allir úr árgangnum fengu einhver tækifæri mismunandi í útvarpi, sjónvarpi, kvikmyndum, sviði og svo framvegis og svo sér maður smátt og smátt hvernig þetta fjarar út og þetta verður svo bara langdrægin dauðdagi fyrir þá sem eru að berjast við að vilja halda sig á sviðinu og fá ekki notið þess eins og þeir vildu þannig að maður sá hvernig í þessum úrklippubókum sko þinnist hópurinn svo hætti ég undir lokin þegar bara ég og Sigurður Sigurjónsson voru eftir þau sagði að Siggi getur nú bara að safna sjálfu sér og þá lokaði ég síðust úrklippubókin Mamma hefur örugglega gert það Erum við ekki að fara að ræða vettvang dagsins? Jú En ekki sögu leiklistarskólans á Íslandi Þú stakst upp á engin kynning á sál og hún komin Já, ég stakk upp á, ég get kent sjálf sem ég Nei, heyrðu, en náttúrulega vettvangur dagsins við verðum að byrja fyrir vestan Fyrir vestan? Á Ísafirði? Nei, já, Trump Þetta alveg svakalegt start bara Já, ég meina við hverju bjuggusti? Nei, ég bara þessuna, ég ekki hvað síðan Nei, en sem mannfræðingur, hann byrjar að Sem mannfræðingur eða sem bara hafandi búið í New York, heimaborg Trumps í 13 ár Já, það alveg dágóð reynsla Þú ræður En hann byrjar að skerða mannréttindi allt svakalega. Hann byrjar á því að ganga úr WHO, World Health Organization. Hann lætur loka öllum federal skrifstofum sem eru að fást við margbreytileika það heitir á ensku DEIA sem stendur fyrir Diversity, Equity, Inclusion og eitthvað, ég man ekki hvað A stendur fyrir, það að segja að inngilda alla sem hafa verið jaðarsettir eða mismuna á grundvelli kynferðis, uppruna eða hvað sem og hann er búin að loka öllu þessu fólki fær hvað heitir þetta svona kaup núna, þú veist, nákvæmlega hættir Það er bara í launaleyfi Já, eða bara allir í burtu og hann er bara sko, ég veit ekki sko, ég bara las aðeins í gærkvöldi og í morgun að ég hef ekki haft geð í mér til að lesa neitt þetta en sko mér bara, þetta er bara skelfilegt þetta er skelfilegt ástand og maður veit ekki alveg, hann er svo það sem er við Trump, Donald Trump er það, hann er svo mikið ólíkindatól hann er náttúrulega athyglisjúkur og hann er alltaf að blasta einhverjum sko rosalegum yfirlýsingum
og svo stundur rennur hann á rassinn með það vegna þess að það er bara heila ekki fært. Eins og að koma Já, en svo hann bara líka, við skulum ekki gleyma því, hann bara búin að raða í Hæstarétt og þú veist, þannig að það eru bara virkilega tvísýnir tímar, ekki bara fyrir Bandaríkin, heldur fyrir heimsbyggðina. Ég held að það sé bara alveg hárrétt, sko. Þetta bara, maður horfir að þessu svona bara hjá fjarska, sko. Það er rétt að við hverju bjóst maður, sko, maður bjóst við ýmsu, sko, og hann var náttúrulega bara að gefa ýmst þetta í skinn og hann náttúrulega mikil ólíkindatól og grunninn hann svona sjálfhverfur montras sem að svíst einskis og svo og nú allt að lýðræðislega kosin, ekki gleyma því af þjóðinni, annað skiptið. Og við meðum búast við ýmsu, sko, hann hótar en hann slær úr og í líka, þannig hann er óútreiknanlegur, hann tekur alltaf sviðið. Þó hann segi sem er tóma dellu. Já, hann er náttúrulega dellan komin upp úr honum, en það er náttúrulega það sem að var í blöðum í morgun að það sem sagt eru margir og mörg fylki og saksóknar eru margir fylki Ríkja, þetta er sjálfstæð ríki Já, sem sagt eins og Bandaríkin eru byggðuð en sem hafa sagt að hann getur ekki breytt stjórnarskráni með einu pennastrik. Það er farið að tala það hann að segja að vera að brjóta hana með því að til dæmis að hrekja á landi á þriðalið innflytjendur frá óskráða innflytjendur og afkomendur sem hafa fengið ríkisborgararétt og getur verið túrist fyrir að hafa fæst í Bandaríkjunum og barni verður bandarískur ríkisborgari. Þannig að Ólafur Darri missir það missa bara allir hann er á mission núna, hann er á algjörri mission vegna sem honum finnst, hann er hvítur kall og í bandarísku samhengi sem er alltaf sko svo ofboðslega fjölbreytilegt samfélag þar finnst honum eftir alla réttindabaráttu minnihlutahópa, svartra og samkynhneigðra hinsegin og allar þessara, þá finnst honum sem að sér veiði sem heterosexual hvítum kallmanni, hann er bara í algjöru vörn. Þú veist, hann vil bara 2 kyn og þú veist, og burti með þetta trans og það eru ábyggir allir settir í fangelsi, ég veit ekki. Jú, það er svolítið. Að transkonur eiga að fara í fangelsi með köllum. Já, ég meina, hann er bara... Það eru bara að snúa bara veröldin á en nú stendur líka upp á Evrópu og önnur ríki heiminum að standa í lappirnar og það kemur vel á vondan, held ég, það er svona mín persónulega skoðun, hvað Evrópuríkin hafa verið opbáslega undirgefin sko valdstjórn Bandaríkjanna. Það hefur ekki haft sjálfstæða skoðun. Sérstaklega áhugavert með Grænland finnst mér, sko. Hann bara segir ég ætla að bara taka Grænland og gera það með hervaldi. Það er alveg samkvæmt Danir segja sem eru nú í NATO eins og Bandaríkjamenn. En hann sem ég þarf Grænland bara og hann er ásælast náttúrulega auðlindir fyrst og fremst, en hann segir þetta sé hernaðarlegu tilgangi. Það verður mjög gaman að sjá hvernig þeir glímuna milli Pútins og hans og hver er munurinn á þeim hver er munurinn á þeim? Já, munurinn að Pútín er illmenni, finnst mér. Hann hefur líka meiri völd sem fórseti heldur Bandaríkjaforseti þó að völd Bandaríkjaforseta séu heilmikið. Hann sé innráður í rauninni. Hann er miklu meiri einræðisherra og hann getur. Og fólki þorir ekki að mótmæla, ég meina það við getum búist í brjálæðislegum mótmælum í Bandaríkjunum, en þá hefur hann líka sagt allir ég bara segja hernum okkur. Jú. Hann er staða Trumps er svolítið ólík núna frá því að var á fyrra forsetatímabili hans, því að núna er hann raunum búinn að láta hreiðra sig eins og Hallfríður minntist á áðan í Hæstarétti, nú er repúblikanar með meirihluta á þinginu, hann er búinn að undirbúa jarðveginn miklu betur, þannig að hann hefur miklu fleiri færa vegi heldur hann hafði áður og það er það sem að er svo skelfilegt að við vitum að hann er raunveru sterkari núna heldur hann hefur nokkuð tíman áður. Nema það er ekkert langt í þingkosningar. Nákvæmlega, það er sem ég ætlaði að spyrja og þar standa meirhluti republikana mjög tæft og ef þetta verður allt komið í tóma vitleysu þá gæti snúist við. Það gæti mist stuðningin í þinginu. Sem að demókratar forsetar hafa, þeir eru búin að vera með republikana í meirihluta á þinginu. Ég held hreinlega bæði Clinton, Obama og Biden
Republikanar hafa alltaf verið með meirhlutan á þingi, þannig að þetta verið barátta fyrir þess að forseta og ná í gegn. Meinar þegar þeir hafa verið við völd? Forseta, já. Bara Obama þegar hann að reyna að koma heilbrigðiskerfinu í gegn sem átt að breyta, þá stóð hann í því stappi bara nánast allt kjörtímabilið. En málið að demokrataflokkur Bandaríkjanna ber bara tölulega mikla ábyrgð á því að Trump sé komið til valda. Og ég ætla að rökstyðja með því að þeir hafa gjörsamlega gleymt grassrótinni. Þeir gleymdu algjörlega þessum venjulega svona average American sem að lífskjör þeirra hafa breyst svo mikið vegna þess að þegar hann að tala MAGA, M-A-G-A, Make America Great Again, þá hann að vísa til eftirstríðsárana þegar að lífskjör Bandaríkjamanna jukust ár frá ári og kynslóðin á eftir var alltaf í betri efnastöðu heldur en svo sem var áður. Þegar að svo kapitalið leitar alltaf þangað þar sem það fær mest fyrir aurinn. Þannig að þegar allur iðnaður í Bandaríkjanum, þegar að fara útist á honum, annarkot suðrabógin til Rómörsku Ameríku eða yfir til Asíu og öll framleiðsla fer meira eða minna, að þá standa þessar iðnaðarborgir bara svo draugaborgir á eftir. Og það þar sem að basinn, þeir demokratandi gleymdu að ávarpa þetta fólk og það ofboðslega vansælt og frústrerað og þetta eru borgirnar sem eru undirlaðar að þessu fjandars dópi, hvað það nú heitir þarna? Toxicont. Já, öllu þessu og bara, þannig að það ekkert skrítið að þessi gremja sé til staðar og þeir hafa einhvern veginn og svo bara því miður og ég ætla ekki að fara í lönnkóma með það ég til vinstri í pólitík og ennþá meira eftir ef eitthvað eftir að hafa búið vestanhafs að demokrataflokkurinn vinnur fyrir Wall Street með öðru, hann ekki eins blygðunarlaus í því en hann vinnur fyrir Wall Street sem þýðir hann vinnur fyrir miljardamæringana hann vinnur, ég meina Kamala Harris stökkarni inn, hún var ekki eins og kosin hjá demokratum sem var mjög dubjus og svo fær hún peninga frá hverjum, hún fær bara $100 milljónir á no time, bara borga kosningabaratunar það var ekki frá alþjóðfólki. Nei. En svo má ekki gleyma hans hægri hönd Elon Musk það nú endilega að tala hann hann bara í besta sæti við hann ekki kosin nei, og hann farin að tjá sig Þýskalandspólitíkina ég veit ekki hvað og nýlega bara fyrir nokkur dögum var hann að heilsa þar að þetta var ekkert annað fasistakveðja sem hann var rétt upp sína hönd bara Hitler það rosaleg umræða, ég var nú að lesa erlenda fjölmiðla í morgun og það mjög mikla deilur í Þýskalandi það hvort þetta var næstakveðja eða ekki næstakveðja bursi frá því þá bara boðskapur þessa manns hann mjög vafasamur og við erum volið duglega hér á Íslandi að styrkja Elon Musk því að Teslur mest seldi bílar á Íslandi í dag og við leggjum okkar á vogarskálina til þess að hann eflist ég talaði við 2 testlegundur og þeir segja þessi albestu bíl sem þeir nokkuð með kert það var fyrir þessu upp á komið en við talaði við þá í vetra ófærð og hálku já en bakgrunni Musk líka athyglisverður allavega sem hann kemur frá Suður-Afríku hann hvítur Suður-Afrikani og faðir hans yfirlýstur apartheid sinni sem að hann líka þannig að hann hann hefur tilengað sér þessi rasísku viðhorf og hann ekkert á leiðin að breyta því Nei, það eru margir sem hafa sagt heyri ég svona bara af bandaríkjamönnum sjálfum í svona kjaftaþáttum bara venjulegu fólki, frægu leikurum og öllum mögulega þeir eiginlega segja eftir 1,5 ár vonandi nær hann ekki miklu í gegn á þeim tíma þá munu þeir bara klessast saman og Trump meikar hann ekki lengur að hann svo frekur 2 ofstór bara þessi samvinna gæti ekki varað í 4 ár það væri ekki sens, þeir væri bara of ólíkir bara þeir klessast á hvern annan á endanum. Trump hefur aldrei þólað einhver stíkki á hann. Nei. En það skelfileg tilhugsun að hann búin að náða alla sem réðust á Hvíta húsið 7. janúar fyrir lögregluna með hans.
Já, reyðust bara þetta er alltaf svakalegt, ég veit ekki, sko. Hann er líka búinn að, hann var að hleypa út úr fangelsi manni sem fekk, held ég bara, lífstíðardóm, ég hafði ekki fylgst með því, einhver dópsali, mjög stórtækur, og hringdi í mömmu og sko, Gunna, þetta er Donald hérna í Hvításinu, ég ætla að ná á son minn. Þú veist, svona er vinnubröðin hjá. En svo fannst mér, ég var að horfa á þetta í gær og hann er svo svipljótur maður, sorry sko bara, Donald Trump, hann er svo rosalega, hann er með svona skeiðu, hangir svona í andlutinu við skeiðu og talar og segir alla þessa vitleysu og fólk er að klappa eftir 2-3 orð og meðal annars þetta, því við varst nú að tala þessar gamlu fabrikur sem að kólanáfurnar, bílaframleiðslan, hann er alltaf að segja að ég ætla að setja þetta allt aftur í gang. Og fólk trúir þessari vitleysu. Það er eitt sem er mjög spennandi að fylgjast með og það er hvernig hann tæklar Úkraínu málið. Hann er búinn að lýsa því yfir að myndi nú binda enda á það. Strax. Hann er búinn að segja það núna að hann hafi stoppað átökin á Gaza. Þurfum ekki að ræða það. En bæti sem ég gerði. En hann var búinn að tala, gaman að velta því fyrir sér, mun hann ringja í félagann sinn Pútín þarna og segja að þú fær þetta og þetta hérað og þetta hérað og þú hættir og hvað segir það NATO-liðar? Þá segir hann að Bandaríkjamenn áttum lykil stöðu í NATO. Hvað segir það Evrópuþjóðir þá og NATO-þjóðnar allar? Já, hann segir náttúrulega bara, við hættum þá bara að styrkja NATO. Hann er búinn að lýsa því yfir, en svo hafa aðstæðamenn hans bentanum á það að það sé ekki hagfellt fyrir Bandaríkin að ganga út úr því, en þetta er bara mjög athyglisverð stað, því það er sko með NATO líka þessi æðibunni gangur í NATO að fara sko ögra Pútín á þennan hátt að færa alltaf mörkin og NATO alveg upp af Bandaríkjunum. Bandaríski sérfræðingar sjálfur, þeir eru að Úkraínu ég meina að Úkraínu, er langt austur að þeir komast, ég meina þeir komast ekkert nær Rússlandi heldur. Nei, Úkraínumenn er að þrýsta. Já, ég meina Úkraínumenn, það er sko ég veit það ekki, mér finnst þetta bara sko það er NATO sem að spila þarna svo stóra rullu og svo eru sko bara hlustið bara bandaríska sérfræðinga með þess að innan hernu sem finnst þetta fáránlegt. Þess að fáránlegt þessi útþenslu stefna NATO og bandaríkjamenn eru sjálfur með lög, ég held að þetta er Monroe samkomulagið eitthvað svolítið 1880 eitthvað sem að kveður á það að það þýðir árás ef einhver kemur nær Bandaríkjunum en sem hvað segir maður sem ekki ákveðin fjarlægð og þeir segja þessi sömu sérfræðingar myndum við sem sagt að því Pútín er svo ógnað af þessari nærveru NATO, hann vill ekki NATO beint upp undir pilsvaldin. Þetta er náttúrulega bara brjálæði. En komaðis heim með þetta, það er nú er bara uppbygging á Miðnesheiði, bandaríski herinn er að byggja þar upp bæði íbúðablokkir og flugskýli, fyrirlegukant í Helguvík og svo er þessi valdaskipti í Bandaríkjunum gerir þetta ekki bara málið en alvarlegra? Ég meina þeir hafa aldrei alveg farið, þeir eru búin að vera þarna allan tíman. Já, en núna það hafa kannski verið svona 100 hermenn en þeir eru alltaf með sína vélar og núna eru þau komið með heilan flugvöll í kassa þannig að þeir geta bara sest þarna að á einu mánuði. Þessi uppbygging og síðustu missurum, það er búið að ræða það svolítið áður en að sló í brínu núna sko, að það var ekki talað í Íslands stjórnvöld að því verðist. Alls ekki okkur almenning, við vissum ekkert sko. Já, það er nú búið að flytja fréttir af þessu. Já, núna bara búið að síka sér. Hann er nú fréttir þar. Það eru bara enga fréttir hér í íslensku fjölmiðlum þetta mál. Jú, ég hef vitað það. Jú, ég er nú lesið. Ég meina það er nýverið, það var ekki í ferlinu, það er bara allt í nörd að komið, þá kemur frétt. Hér er komin bandarískur her. Já, ég meina að þeir hljótið að hafa vita að það eru búið að vera hermenn þarna og allar græjur og allt í gangi allan tíman sem þeir offíselt fóru. Já, en íslensk yfirvöld hljóta hafa verið upplýst um þessa uppbyggingu sem er núna. Já, þeir hafa bara... Mér finnst annað bara... 2 íbúðablokkir til dæmis.
Já, en þeir bara, ég meina þá getur maður spurst, var það kannski bara pólitísk ákvörðun íslenskra yfirvalda að láta ekki almenning vita? Ég vil lesa þetta í fréttum, sko, stundu segir fólk að það ekki fréttum að því að það hefur ekki séð það í fréttum. Ég búin að lesa marga fréttur það bæði í desember og janúar. Já, en það ekki, uppbyggingi byrjaði ekki þá. Það það sem ég á við. Það er engin umræða meðal almenning sem fer fram með það. Eru þið hlynnt í eða það stendur til að auka viðveru Bandaríkjahers á Miðnesheiði og eitthvað pólitísk umræða það, ekki nokkur. En hún hefur svo sem verið í gangi eftir að Úkraínustríð braust út. Þá er alltaf búið að koma einhverja fréttir þetta í tengslum við veru okkar í NATO. Og þá getum við ekkert hafnað því þá að fara að auka varnarbúna hér út af því stríði. Þá sko er mjög erfitt fyrir íslensk stjórnvöld að segja nei, þið megið ekki. Ég átti það sko nú Trump komið litla buttan á Miðnesheiðina sko. Maður sem ætlar að gleypa Grænland og Mér fannst nú eiginlega það svakalegast í þessu fréttum að valdatöku eða valda innsetningu Trumps var Parísarsamkomulagið. Hvernig hann gengur hart fram í því að afneita öllum loftslags vá og á sama tíma á eldarnir eru að brenna í Los Angeles sem er vegna gífurlegra þurrkaða til dæmis sem er loftslagsmál og fara að bora fyrir olíu og þetta, hann er að skrifa á sömu stundu undir það að draga Bandaríkin úr þessu loftslagssamkomulagi sem var sett í París. Það er alveg sama COVID og allt þetta. Þá eldarnir brenni í kringum hann. Það skiptir hann ekki að græða peninga. Nei, hann þarf að lenda á bálinu sjálfur. Þá trúir hann. Já, mögulega. En ef komaði seim, ég heyrði núna bara í fréttum í gærkvöldi að Búseti er búin að setja inn kæru á Reykjavíkurborg skipulaginu við Álfabakka. Já, ég mista því. Það var í fréttum. Það var í fréttum. Samt var það í fréttum. Já, ég get alveg trúið því. Þetta dæmi er náttúrulega hryllilega leiðinlega. Ég skil þetta ekki. Þetta er rosalegt klúður. Ég náttúrulega fylgst með skipulagsmálum hér á höfuðborgarsvæðinu og í bæjarfélagunum í kring og skoða þetta og veit alveg það er brjálað að gera hjá þessari blessaða skipula í Reykjavík og maður ætlar að ná í einhvern þar í viðtal þá þarf að bóka það með 2-3 vikna fyrirvara því að þetta eru fundasettur allan daginn og það er endalaust verið að vinna þannig að fólki þar vinnur vinnuna sína þannig að ég skil ekki hvernig þetta hefur farið í gegn meðan að allir sváfu og formann skipulagsráðs í Reykjavíkurborg sem að hafa nú verið 2 konur núna undanfarið. Alexandra Brím fór í þessa stöðu og meðan önnur sem er núna, veitur hún ekki eitthvað Björt, bara man ekki öll Þú varst að meina þá sem pólitík skipulagsráði, sem að þessi mál eru rædd og þetta er pólitískar Dóra Björt, já. Það er þessi hópur og borgarstjórnir sem setur endapunktin, þetta er samþykkt annars er ekkert farið af stað þannig að þó að skipulags en það er líka bara því að þetta hefur verið svo losaralegt af því að það er þegar formennirnir eru að fara og koma og fólk er ekkert inn í málum Pavel Bartótsek var þarna, Hjálmar Sveinsson var þarna Hjálmar stóð sér bara mjög vel hann var inn í öllu og það var alltaf hægt að spyrja hann en þetta er alveg furðulegt að þetta skildi hafa gerst Það er líka þessi stóra stemma sem er atvinnustarfsemi skuli vera inn í íbúðabyggð. Það er það sem er svona ólíkjöndum að hafi gengið. Það er eins og Lísa segir nákvæmlega að nú eru sumir borgarfulltrúar að hlaupanda merkjum og segja þetta er allt borgarstjórnum að kenna þannig kerfið virkar ekki nákvæmlega ekki þannig að allt sem gerist í nefndum fer svo í gegnum alla borgarstjórnum þetta er á fundi og það eru 5 manns í skipulags- og umhverfissviði sem er reyndar alltaf verið að skipta um nafn en þið viti hvað ég á við í borgarstjórninni Þetta er sviðinu heldur í nefndinni þar sitja 5 Þetta er svið og svo nefnd og það eru bæði minnihluti og meirihluti í nefndinni en þetta þarf að ræðast þar borgarstjórnin setur alltaf endapunkt svo fer þetta fyrir borgarstjórn fyrst er nefndin með sína afstöðu kemur með þá borgarstjórnarfundi borgarstjórnin samþykkir
Eða hafnar. Og ég skil ekki akkur þessu var ekki hafnað. Hugsið ykkur, maður bara horfa á þetta og maður sér bara dimmuna þegar það tekir mynd á milli þessara húsa. Alveg ótrúlega. Bara hræðind og kemur fram á morgnuna og ætlar að draga frá stofuglugganum og það bara... En maður velti líka fyrir sér hvar, sko, ég hef nú heyrt að þeir stundum leggja þér fram teikningar. Það er kannski erfiðar að átta sig á teikningum heldur en að sjá módel og bara virkilega svona á þetta að vera. Ég hefði haldið að þið þurft allavega grendarkynningu. Já. Er það ekki eitthvað sem á að bara, gera? Ég skil ekki hvernig svona atvinnustarfsemi með þetta umfanga byggingu sem svona óskild íbúðabyggð á skuli vera íbúðahverfi. Ég bara næði ekki því að nú hafa yfir... Þetta er hreinlegur yðnaður, þetta er bara geimsla, sko í rauninni. Þetta er vinnsla. Já, en þannig það er ekki... Það kemur alltaf eitthvað svona dísiltrukkar það eru iðnaðarhverfi til á höfuðborgarsvæðinu. Akkur er ekki þetta byggt þar? Þetta er svo stór stærðin á þessu. Grendarkynning sem er mjög góð, það er svolítið fljótandi, sko. Hvenær á að halda grendarkynningu? Hvernig skildi, það er nefnilega fljótandi og pólitíkusver er ekkert endilega að halda grendarkynningu, það er bara tómt vesen, sko. Já, þetta er náttúrulega búið þetta hefur aukist og ég veit að með þessari leið sem að Ævar Harðarsson, arkitekt hjá skipulaginu, hefur stýrt núna í gegnum nokkur ár, er að fara inn í gömlu hverfin, eins og Breiðholt, Bústaðahverfið og Hlíðarnar og Vesturbæin og öll þessi hverfi, Grafarholt, Grafarvog, það sem hefur verið að endurmeta skipulag, breyta reglum og gefa fólki meiri séns á að breyta einhverju í staðin fyrir að sitja bara nei, það má ekki og þar er til dæmis, ég veit það er búið að taka Breiðholti fyrir, ég skil ekki akkur þetta var ekki þar skilurðu, þessi af því að það er verið að leyfa reynda sem að mér finnst mjög furðulegt að bæta einni hæð á blokkirnar sem eru 4 hæða og 5 hæða sumar lyftulausar en að byggja hæð ofan á blokkirnar og setja lyftu og það er náttúrulega bara afskaplega flókimál, þetta getur verið sko margir eigendur sumar íbúðurnar eru í leigu, eru kannski á félagsbústöðum og annað þannig að það er ekkert, ég sé þetta ekki framkvæmast, þetta er ágætis hugmynd en þetta er bara ekki það, en það er verið að ræða ýmsa svona hluti og það er svona ég bara skil ekki hvað þetta hefur risið hratt og í skugganætur. Það er svona gaman að tala fúsk, alls konar fúsk og ég er búin að ræða þetta, þá langar mér rosalega mikið að tala svona mjög sérstætt fúsk þegar að atkvæðaselina týnd. Það er nú bara þetta er bara aðför að lýðræði. Ég bara hélt þetta gæti ekki skeið. Hvað hérna sem var hérna hjá honum Birni? Kristján varst ekki hérna, hann var í fyrradag á Rauðaborðinu fyrir kvöld. Það er að týnast atkvæðaselar og við veitum ekkert, hafum aldrei talið upp úr þeim, vitum aldrei. Er ekki makalust varandi það? Já, þú talað Jón Steinar Gullarsson. Nei, ekki Jón Steinar. Heilt kassi af atkvæðum og vitum ekki hvað voru mörg atkvæði í kassi. En er ekki makalust nú til dags að vera að það skulle vera hægt að týna atkvæð, það skulle ekki vera kerfi sem segir á þessum kjörstað eru x margir hérna kjörkassar, þeir eru ættu allir að vera merktir og settir inn í kerfi, þannig að svo skila þessum kassanúmer þetta, þannig að þá sjá þeir nákvæmlega. Það sem gerist bara í Kópavogi með þessi atkvæði, kom á daginn hérna að hérna það voru send atkvæði, ég var hérna á okkur daginn og þá var hérna Jón Gunnarsson þingmaður líka og þessi maður var að koma úr viðtali og þá var það þannig að það voru send í venjulegum pósti atkvæði til hérna í Kópavogsbæ og þau lentu óvart í kassa sem var pósturinn út það lenti bakka og póstur út var settur ofan á og hérna svo kom þetta aftur til póstins þau var ekki sendt í ábyrgðarpósti ég meina, hvernig er svona hægt? Þetta ferli snýr aðalega að utan kjörfundaatkvæðum virðist vera. Þetta er bara það. Bara það. Já, við hefum ekki séð það. En þetta er ótrúlega... Ég ætla bara að leiða mig að reyfast allt bara. Já, ég líka. Það var í Borgarnesi síðast, þá var þetta utan kjörstaða, það voru bara venjulega atkvæði. Já, það var opið inn, það var allt annað atkvæðin voru þarna, en þá var bara þau voru ekki hérna... Já, ég er að segja klúðurinn var ekki utan kjörfundaatkvæði, þar var það líka slæleg vinnubrögð. Sko, Jón Steinar Gullarsson sem var formaður yfirkjörnefndar í 5 ár og náttúrulega með alla sína lagaþekkingu undan Kristínu Evald með alla sína lagaþekkingu ég held að hann sé að segja að það á að telja þessi atkvæði
bara það bendir bara á lög sem segja það á að telja þetta. En landkjörstjórn fer undan í flæmingi og Kristín Edvald, svo sem stýrir þeirri kjörstjórn, landkjörstjórn, hún einhvern veginn vill ekki gefa sko afgerandi, skilst mér, hún bara þeir íta þessu einhvern veginn, þau vilja ekki sko kannast við, ég skilda þannig og svo annað, það má bara spyrja sig eins og þessi maður var að nefna hér í þessum rauðabóðsþætti í fyrradag. Hún náttúrulega innmóriðin í sjálfstæðisflokkin og það sem að fráfarandi stjórn gerði var það að þeir endur kusu í landkjörstjórn sem situr næstu 4 árin. Þannig að þeir eru einhvern veginn búin að koma sínu fólki að. Var hún ekki fyrst og fremst að því að var lögunum breytt kosningar þarna 2022 að þá, samkvæmt þessu nýju lögum, þá ber nefndinni sem Alþingi kýs sem að Dagur B. Eggertsson mun fara fyrir og byrjuð að starfa að hún þurfi að skera úr þessi vafaatriði. Þannig hún vísar þessu þess vegna frá sér. Til nefndar. Já, að það nefndin eiga loka orðið hann var einmitt að segja. Við skal til Alþingis og Alþingis. Hún hafði alveg fulla rétt á því að gera það, ekki bara því hún var í sjálfstæðisflokknum. En ég hveti ykkur til þess að horfa á hann þátt og hlusta á hennar mann því að hann segir til dæmis, ég man ekki hvað Evrópustofnun það var eða Alþjóðastofnun sem hefur gert athugasemdir við það eru þingmenn á endanum sem að ákveða það mjög sérkennilegt. Það hefur verið í lögunum og því var ekki breytt í lögunum lagabreytingum 2022 og þess vegna var þetta mjög erfitt fyrir þingið þannig í borgarlýðsmálinu enda pössuðu allir þeir sem að duttu inn sem jafnaðmenn, uppbótarþingmenn því að þar var hringekjan og hefði getað breyst við talningu atkvæða að nýju að þeir sem sagt greiddu ekki atkvæði með því sáttu hjá með atkvæðagreiðslu þegar var kosið og það var passað upp á þeir sætu heldur ekki í nefndinni stillanlega. En þeir voru í mjög óþægilegri stöðu í þingsal að bíða eftir úrskurði nefndarinnar og síðan kosningu á þinginu. Þetta stjórnarskrárbreyting. Já. Hvað erum við lengi Þetta lagabreyting. Já, hvað erum við lengi kosningalagabreytingu og það ekki að breyta stjórnarskrá. Ekki til þess að gera kosningalögin En hvað erum við lengi búin að tala nýja stjórnarskrá? Ég segi það. Já, það allir orðnir hundþreyttir á þeim? Nei. En hugsið ykkur að búa við sko... Það gerist ekki reitt. Nei, ég líka, talmist bara gott að skulum nefna þetta vegna þess að ef það ekki hægt að treysta, það ekki ástæða til að fara onni í þetta mál núna, en það mátti gjaldfella og þjóðaratkvæðagreiðslu nýja stjórnarskrá út af einhverjum tæknilegum atriðum. Já, út af því að tjöldi voru ekki nógu há á milli kjörklefa. Svo er að tala núna, nýja ríkisstjórnin talar að skuli vera eftir þjóðaratkvæðagreiðslu það kosti að halda viðræðum áfram við Evrópusambandið og þá spyr ég, er hægt að treysta þjóðaratkvæðagreiðslum á Íslandi? Það bara setur, er full efasemda vegna þess að reynslan er bara mjög slæm. Já. Nei, ég bara svo, þetta bara alveg burtsér frá því hvernig úrslitin verðaskilur, þetta bara... Ég vil bara að það verði án undantekninga kosningaeftirlit frá... Já, erlendis frá. Já, frá öryggis og ÖSE. Það verði bara regla í íslensku kosningum, það verði kosningaeftirlit. Ég sammálaði. Við verðum að fá svona fólk sem hefur fjarlægð og yngra hagsmuna gæta til að vega og meta hvort kosning pari raunverulega rétt fram. Við getum aldrei treyst meiri hlutunum eða valdhöfunum fyrir því. Við eigum að hafa kosninga og þá er það bara að eða stimpillega valtingu vel. Sýslumaður fór með kjörkassan þannig að Patrísfirði þetta er svo farvægt maður fyrir að hlæja ekki vegna þess að mann finnst þetta sniðugt mér finnst þetta alveglegast að í norðaustu kjördæmi þau bara heilli kjörkassi og hann hefur ekki kjörkassi sem ég sagt, heldur kassi ok, það veit enginn hvað eru mörg atkvæði í honum nei Við vitum ekki hvort þau eru 20 eða 2000 þess vegna segja. Og verður það talið upp úr honum? Það er ekki búið ákvæði. Það er ekki búið ákvæði. Þetta verður þessi þingnefnd sem á að fara yfir framkvæmd Svo er náttúrulega bara allar þessar nefndir eins og við vitum. Þær eru bara svo lengi að fyrst fyrir fólk að hittast, borða nokkuð vínarbrauð. Þeir eiga að klára á þeirra þing. Lísa. Hitta svo aftur, já. Þessi nefnd á að klára og koma með málið fram á þingi fyrsta þingdeginu.
og það verður fyrst í þingdagur í byrjun febrúar og þeir geta ekki drukkið mikið kaffi nema bara þeir sofi ekki neitt þá til þess að drekka kaffi en þeim ber að stila af sér þarna strax í byrjun fyrstu dögum þingsins eða fyrstu degi þingsins en þetta þetta svolítið skrítið að það skuli vera þingmenn sjálfir sem eiga að fara yfir framkvæmd á kosningu þeirra og eiga þeir að telja þetta svo Birgir Ármannsson Nei, svo þeir úrskurðu þá hvort það verður endurtalið eða jafnvel endurkosið en það mjög hæpið að þingmenn vilji endurkosningu ef að þeir eru komnir inn á þing Þetta flókið líka þá og borga einhverjum laun Það ekki hægt að kjósa aftur Það er hægt að telja aftur það er að taka öll atkvæðin og þessi ótöldu atkvæði geta að fara með og það getur orðið til þess einhver breyting sérstaklega upp út af þingmannunum það er mjög lítið að gera til að verði hringekja og það var talið núna eftir því sem vita var með til dæmis Suðvestur kjördæmi, þessi 25 atkvæði og eitthvað, að þá yrði tilfærsla aðalega á þingmönnum í Reykjavíkur kjördæmánum hjá Sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Þannig að hjá Sjálfstæðisflokki myndi þá Brynjar Níelsson komast inn í Reykjavík Norður en þessi nýji aðstoðarskólastjóri réttarhaldsskóla hjá Sjálfstæðisflokknum sem í 3. sæti, hann myndi þetta út á móti. Eins með Viðreisn að þá myndi Grímur Grímsson þetta út en Aðalsteinn Leifsson kæmi inn. Þetta yrði líklega aðalbreytingin ef út af þessu Suðvestur. Þetta ekki spurning við Willum eða Sigurð Inga? Nei, þetta ekki spurning þar Willum eða Sigurð Inga, það hefur engin áhrif á þá tvo en þegar þessi atkvæði sem koma ef þau koma til talningar sem í þessum kassa eða kjörkassa í norðaustur að það geti haft meiri breytingar. Hvað skildi þessi kassi vera? Þeir eru með hann að búið innsiglan og alltaf. Já, hvar hann? Hann er bara heima eða bæjarskrifstofum eitthvað slíkt. Það gerir nú Trump, hann tók skjölana minni. En þetta allavega, þau eru til, kassinu til, engin veit hvað eru mörg atkvæði í honum og það sem ég veist líka skrítið, má ekki skrá hvað mörg atkvæði fara ofan í hver kjörkassa. Nei, hvernig ætlar að gera það? Bara þá eitt sem fylgist með? Nei, það bara einn kassi einu sem þá notaður í hverju kjördeil. 20 manns búnir þetta fyrir kassan og það er mjög lítill kassi en þú sögum það bara skipt kassa og það er bara það er ekkert óyfirstíganlega flókið. Nei, ég er að segja það er ekkert ég veit ekki með persónuverndardæmi eða eitthvað slíkt en ef það eru nógu margir segjum að séu 500.000 Það er ekki persónuvernd ef það eru ónagreinanlegir kjörseðlar. Nei, þeir eru þannig flóttakjörfundar. Hallfríður, þú er skráður að þú sé búin að fá kjörseðl og þú afhendur hann. Þannig að það alveg örgulega vera minnst 1000 mann sem að stilla í þennan kassa en það hlýtur að þetta búa til ásættalega reglu þannig að þegar finnst kjörkassi þá vita hvað mörg atkvæði. Undir rúmi hjá einhverju sem satt í Hvernig finnst ykkur ríkisstjórnin að fara af stað? Og eins þegar kjörkassi losaður þá þarf að vita hvað eiga að koma mörg atkvæði. Hvernig hefur ríkisstjórnin farið af stað? Mér finnst nú bara heyrast frekar lítið akkurat. Já, þingið ekki komið. Ég tók þann pól í hæðina að ég ætla að gefa þeim bara sinn 100 daga sína honeymoon eða hvað það heitir og sjá sem ég bara trúi því að einhvern veginn vil trúa því að þetta að þau sé komið nýr sláttur í pólitíkina. Ég hef aldrei séð jafn mikla innlægni hjá íslenskum pólitíkusum. Ég til dæmis saknaði þess, ég veit ekki hvort ég að segja ég saknaði þess, en það var mjög athyglisvert að síðasti forsætisráðherra á undan Kristrúnu, hann ávarpaði aldrei þjóðina, hann virtist aldrei einhvern veginn skilja það í hvað hlutverki hann var, Bjarni Benediktsson, Katrín Jakobsdóttir, ég veit ekki alveg við hvernig hún var að tala, hún talaði inn í ykkur tóm, en sko mér finnst bæði Kristrún og þær leiðtogar hinna flokkana sem eru í ríkisstjórn, bæði Inga Sæland og hún Þorgerður Katrín. Mér fannst það bara einhvern veginn koma mjög skemmtilega fyrir. Svo er auðvitað að sjá pólitíkina. Það er svo svolítið annað mál. Mér fannst þetta kom mér, ég kann að meta þetta og ég setti nú inn á Facebookinu hjá mér
lista. Ég fór bara bjóð til á örskamum tíma lista yfir konur í stjórnunarstöðum í íslensku samfélagi og ég hef ekki uppfært hann í einhver tíma en það var ótrúlegu listi. Það voru þessi 3 ráðherrar og formenn flokka, það biskupinn yfir Íslandi, það forseti Íslands, það ríkislögreglustjóri, það eru rektorar hér í nokkrum háskólum, ekki bara einum heldur, það í HR og það á Bifröst og það Landbúnaðarháskólinn og mann ekki hvort það Akureyri. Svo eru bara mjög mikið í menningarlífinu, við erum með það í Hörpu og Borgarleikhúsinu og Liðhúsinu og alls konar. Há segju kallarnir, gátum við ekki eins og fengið að hafa íþróttamann ársins, þú veist að taka það á okkur líka. Það náttúrulega svolítið, þetta svolítið merkilegt, en það náttúrulega búið að setja saman í mörgum blöðum og mörgum greinum þetta er svolítið merkilegt og konur eru áberandi í ýmsum stjórnum og svona ég svona já, við viljum nú samt ekki halla á þannig að ójafnvægið komi á hinu einn, það engin kostur fyrir neitt en þessi ríkisstjórn hafa náttúrulega ekkert heyrst mikið í henni sambandi við það aðalega verið að elda fyrir Ingu Sæland greið allt sem að hún hefur sagt Ég var að skoða núna bara því að það vilja Morgan hafa sérstaklega mikið áhuga að leggja Ingu Sæland og Flokk fólksins í einelti núna Það enginn á Mogganum búin að fara inn á heimasíðu Alþingis og skoða hvað stjórnmálaflokkarnir eru hver með sig marga starfsmenn á launum hjá Alþingi. Sjálfstæðisflokkurinn með 7 starfsmenn. Ef maður fer starfsmenn þingflokka þá sjálfstæðisflokkurinn með 7, hinir flokkarnir 1 til 2. En þú veist það nú við Já, það vísu að vera, já, en það enginn að blása það upp í Mogganum. Nei, enginn að blása upp í Mogganum. Að kaupa íbúð og fara hærri laun og svona. Það enginn að blása upp í Mogganum að Rósa Guðbjörnsdóttir, fráfarandi bæjarstjóri í Hafnarfirði, situr enn í bæjarstjórn Hafnarfjarðar, þó þau sé bara hamast á borgarfulltrúum. Hún ekki búin að segja af sér? Nei, hún ekki búin að segja af sér, en það enginn að Mogganum að tala það. Þannig við skulum hafa slá varhuga við hvað við sjáum í Mogganum. En ég vil segja varðandi þess að ríkisstjórnin tek undir allt þetta sem þið segir að ég býð eftir fjármálaáætlun sem menntalega koma í ljós í apríl já, það apríl, þá eru þessi 100 dagaliðinir menntalega og þá sjáum við svona hver stefnan raun og veru, hvert á að setja fjármagnið og hvað á að hverju á að breyta á að laga en Bjarki svo kurtið hann horfið bara á mig þegar hann vil tala hann grýpur ekkert fram ég ætla nú að segja með stjórnarsáttmálan þetta gekk mjög rætt fyrir sig öxl og það náði mjög vel saman þessar 3 ágætu konur og lukuðu stjórnarsáttmála fyrir jól og það var bara gott að sumir tala hann rýr í róðunum ég finnst það bara ekki skipta öllu heldur það þetta traust, þetta fræga traust og svo fer þetta ná allt á stað og við mögum eftir að bara sjá hvað mun gerast það alveg að því að vera að tala Ingu Sæland og nýjustu fréttir, ég veit ekki hvort það séu bara Mogganum að flokkur flokksins ekki flokkur heldur félag það ítrekka hérna hún kippir í sig liðin hún náttúrulega einræðisherra svolítið í þessum flokki eða þessu félagi, það maður að segja það og mér finnst það mjög merkilegt að hún geti bara kippt þessu liðin Nei, það sem vantar það vantar en á þá endurgreiða hjá flokknum sem samþykkir það og það stendur á því. Það vill nú svo til að ég gjaldkeri í ákveðnum pólitísku flokki sem fór hér fram og ég var bara í gær að fylla út þessa umsókn til ríkisins fjárstyrk sem að miðast við ákveðin atkvæða fjölda þannig það ákveðin upphæð og þá þarf, það þurfti allir ársreikningar, það þarf að vera skil á öllum ársreikningum bara frá upphæfi flokksins frá ríkisskattstjóra og svo þarf að, þannig að það eru kröfur og til dæmis, bara svo ég segi hvernig, og það nú, ég ætla að segja það að dómsmálaráðuneytisins sem sérum þetta til hrós, að ég hafi fengið þær upplýsingar frá hér innan búðar að það væri nóg að senda afrit af reikningunum
sem að var búið að greiða og bara og ég sá fyrir mér að fara að skanna þetta allt í nei, þú þarf ekki að skanna þetta, þú getur bara tekið myndir af þessu, ég tek myndir af allum þessum reyngum, þetta fyrir allt í nei, við viljum ekki þetta, við viljum ás bara alvöru ljósið, þannig ég var í gær að ljósa þetta, ég veit ekki hvað þessu marga reikninga og semja post á dómsmálaráðuneytið og þannig að það og mér finnst það bara mjög ánægilegt vegna þess að þýðir það að þarna eru bara fagleg vinnubrögð í gangi. Það sjálfsögð krafa þegar að fólk hefur aðgang og opinberu fé að það séu gerða kröfur gagnsæi og stíl og ég alveg hifsa að Flokkur fólksins hafi komist upp með þetta í þetta mörg ár að hafa ekki þessi mál á hreinu, mér finnst það mjög skrítið og eftirlitsstofnanir ríkisins að það skuli ekki blikka rauð ljós einhvers staðar áður en milljónum afgreiddar inn á bankareikninga félagasamtaka eins og Flokkur fólksins hefur verið skráð félagasamtök, það ekki mörg félagasamtök sem hafa 10 milljóna ári. 10, þetta yfir 200 milljónir samtals á öllum árum. Já, en hvernig komust þeir í gegnum þessa bréfalúgu sem þú þurftur? Ég skil það ekki, vegna þess að það eru skráð sem stjórnmálasamtök en hún ekki. Þau eru skráð sem félagasamtök og það sem að við segjum hvernig gat stjórnmálaflokkur sem skráður sem félagasamtök fengið samt þess að pósturinn upplýsingar sem ég fekk frá dómsmálaráðuneytinu og var að skoða, þar kemur og það alveg svo Reykjavíkurborg, ég var líka að uppfylla standi í því að þá kemur, það bara mjög skýrt bara þetta, þú veist, þessi pólitíski flokkur, kennitala þannig að ef að þetta svona að koma, þá hefði kannski aðilinn sem tók á móti þessu að athuga sig býtu hvað kennitala þetta, getur staðist að þetta sé pólitísku flokkur er að nýja það var skráningunni bara hvað akkur kviknur ekki rauð ljós það er mjög skrítið þetta sem ekki það við erum eftir liðin við vitum að þetta er pólitísku flokkur og hann hefur starfað sem pólitísku flokkur, hann hefur haft fulltrúa í sveitarstjórnum og á Alþingi þannig að það er ekki mafisti leikur á því sjálfur sér og það er það sem að við skulum hafa í huga að við erum ekki efast að flokkur sé stjórnmálasamtök og hafi sjálfu sér átt rétt á þessum upphæðum samkvæmt lögum en að það er skrítið, ég vil segja frekar og snúa dæminu við og segja hvað er að því kerfi sem afhendir félagasamtökum peninga ef það er ekki réttilega skráð sem stjórnmálaflokkur. Við erum öll saman á þetta. Já, en við erum ekki sko. Þetta er alveg galið. Það er svo margt finnst mér í íslensku samfélagi, svona eftir að maður hefur búið erlendis og fleiri, að það sem að hlutinni ganga bara og það eru reglur og það er ekkert að hnika þeim. Ég bjó í Danmörku í 8 ár og ef eitthvað var sem að reglur stóðu þetta er svona og sama hvað maður vældi eða reyndi það er bara svarað nei, þetta eru reglurnar og þessu verður ekki breytt. En við erum á svo úlingastíði þessi þjóð hérna í mörgum málum og sumir hlutir eru bara afgreiddir svona tíndata, þetta er eitthvað mál og þetta er eitthvað mál, þetta er félagsstefna, er ekki bara að laga þetta og þú veist, það er á svo ofboðslega mörgum stöðum þar sem að vantar ákveðnar reglur og eftirlit. Þetta er gamla íslenska viðorðið í sjómann og bændasamfélaginu, þetta reddast og það gerir það og líka bara svona í raun og veru sko, það sem vantar svo mikið í okkar samfélag finnst mér að það vantar prinsip skilja ekki, þú veist, að fara eftir prinsipum þetta snýst ekki persónur, þetta snýst ákveðin prinsip þetta snýst ekki leikreglunar eru þessar og það eiga allir að lúta þeim ekki bara sumir. Sko, ég hef nú oft sagt að hérna, þessi blessaða þjóð ef við svona hugsun bara til 1944 og fram úr ég man eftir því nei, en í alveg bara svona í sögulegu samhengi en að þá er sko við höfum lifað við höft, við höfum lifað við kapitalíska stjórn allan tíman meirið að minna og hér hefur verið smiglað út af því að það eru öll þessi höft pælið bara í eftir stríð og það var ekki hægt að kaupa eldavél, ískáp, bíl eða nei þannig að það voru allir kallarnir á skipbónum og allir þekktu einhvern á skipbónum sem á sildu, fossonum þeir komu heim með fullta eldavélum og þvottavélum og sjónvörpum og allt fyrir fjölskylduna og þetta var bara svona litið fram hjá þessu pabbi keypti brennivín af tollara
af tollan, hann löngu dáinn, bæði pappi og hann, en ég meina þetta var bara, fólk leit bara fram hjá sig og fannst þetta bara að sjá, það ekkert skrítið að okkar kynslóðin sem að við erum að koma sem börn þessa fólks sem að lifa þetta, börnin okkar eru að fæðast inn í annað og svo eru komið börn í viðbót, en þetta liggur í þjóðarsálni að stingundan skatt ef maður getur, ef að ég gera það ekki og gera það einhver annar og þú reynir að fara fram hjá reglur og það bara einhvern veginn fólki finnst það bara alveg sjálfsagt. Þetta ennþá svona? Já, svona í ákveðnum málum. Okkar börn smyglarana. Þetta er svolítið ítalst líka, ef maður segja, því að það er, en þetta kemur náttúrulega líka því, sko, mér er gott að skuli svona framlýsa vegna þess að ástæðan fyrir því að fólk það er vöru skortur, það er ykkur ástæða eða það er ekki hægt að treysta yfirvöldum, eins og mafían verður til í landi eða umhverfi þar sem ekki var að treysta yfirvöldum, þau tók bara völdin í sín einn hendur og til dæmis hafandi verið alin upp við rætur við Suður Njarðvíkum þar sem herinn var í heiðinni og ofboðslega skitsofrenist samband milli heimamanna og hersins og svo stjórnvalda í Reykjavík og eigenda þeirra fyrirtækja sem að flyttu rjóman af hermanginu, það var borgarastéttin í Reykjavík fyrst og fremst, en þar var til dæmis smygl og það var aðalega á vörum sem að annarkvort voru, það var áfengi sem náttúrulega mörgum sem dýrara hér og svo voru það vörur sem ekki fengust eins og hugsið ykkur, það var mjög exotíst að það voru kjúklingar, það voru að smygla kjúklingum, hamborgurum og þið veitir sælgæti jólamaturinn á mörgum sælgæti, ég meina þetta voru bara og ég maður líka eftir svona lýsa því að tala sko það var kona heima innherrugunum, eldri kona sem að það voru svona hún er þekkt eitthvað farmann því það voru sölur heima hjá henni þú veist það var verið að kaupa það voru föt og það var þetta og þetta var bara svona einmitt svona neðanjarðar hagkerfi príslistarnir sko já fyrir utan það en ég er að segja sko fólk fór fram hjá reglum og lögum ég held að það sé ekki af illu innræti heldur sjálfsbergar það var líka skortur á það var ömulegt samfélag sem og engin bjór eins og sko. það var til munið þegar við sem unga manneskjur að byrja bara til útlanda hversu erfitt það var að fá gjaldeyri og hvað þá hérna ef maður var síðan uppiskopa með áttu nokkra daga eftir útlanda maður eftir sjálfur með safnandi flöskum í Kaupmannahöfn til eiga fyrir mat síðustu dag það var hérna millifæra þetta takmarka sem áttu að fara með ég bjó svo vel að bróður minni þjónn sko, hann átti alltaf gjaldeyri sko. Fjórfé en fólk er ennþá að gera þetta hér á Íslandi að kaupa gjaldeyri og hérna það er náttúrulega lagt á hann hérna hvert stíl þú ert að kaupa það er ekkert bara þetta gengi, það er aðeins þarna meira sko það þurfti að sína þegar þú ert að borga með kortunuðin í útlöndum þá þurfti að sína farsælana til þess að fá gjaldeyrin sko núna? Nei, áður hérna talandi svolítið um kerfin okkar sem við komum okkur hérna upp bara hluta velferðarkerfinu að það er svo merkilegt að sumt af þeim, þetta er svona bara mín upplifun vel verið þeir hafi allt en mér finnst sko sum að kerfunum okkar þar sem ég er sem sagt langskóla gengin og dóttir einstæðra móður og lauk doktorsprófi, ég hef aldrei gert það nema af því að það var til eitthvað sem heit Lánasjóður íslenskra námsmanna Lánasjóður eru alltaf rekið þannig eins og maður væri að fá ölmusu. Jú. Sjúkratryggingar ríkisins eru rekin eins og fólk sé alltaf að reyna að svindla eitthvað út úr kerfinu og þá hugsa maður sko í svoleiðis umhverfi, alveg hreint eins og í Sovétríkjunum, hér áður og fyrir Austurblokkinu allir saman, þar var þetta viðhorf yfirvalda gagnvart fólkinu, það var ekki að þjóna fólkinu heldur, fólki var alltaf að reyna þannig að það ýtir undir sko það ýtir undir óheiðarleika tvískinnung þetta er svo en þetta er kannski líka afleiðingin af því sem ég var að segja fyrir þessi klára hérna það eru öll þessi höft sem að þetta er alveg óbærilegt, af hverju má ég ekki bara taka 500.000 ef ég á það í gjaldeyri
Af hverju má ég ekki gera það? Þú mátt það í dag. Já, en ég meina eftir hrun, þá máttu það nú bara alls ekki. Nei. Ég tek alveg undir með þetta sem Hallfríður segir, það sko, mér finnst að verða viðsnúningur hjá sumum af þessum apparöndum. Þau eru að átta sig á að þau eiga að þjóna fólkinu. Ég held mér að hafa tölvið samskipti við Tryggingastofnun í gegnum núna síðustu árin með bara starfa minna fyrir eldri borgara og fleiri. Það hefur orðið ekki algjör, en það er hægt og smátt og bítandi og örugt að færast yfir á miklu betra þjónustustig. Bara viðmót, kynninga á vefsíðuna verða betri og það er einhvern veginn þetta viðþorf til þjónustu. Og ég man bara fyrir nokkrum árum ég var svo hissað að þegar nú skattíslurnar mann svona venjulegs fólk sem nánast alveg tilbúnar þegar kemur að því að stila Þvílíkur léttir þetta álega sko maður fekk tauga áfall og magasár og allt út af þessu í gamla dag og var að ráða sig að endur skoðanda til að gera þetta var mjög einfalt í sjálfu sér bara því að maður bara misti áttana skilur ekki tungum já og svo núna fyrir örfám árum þá þurfti ég samt að hringja í skattstofuna til að fá einhver upplýsingar það var alveg frábært viðmót. Já, ég hef ekki mjög góð þjónustu. Og það hjá þessum stóru apparöndum, þá að koma þessi skilningur, það kannski nýja kynslóðun sem ekki börnin okkar, þetta barnabörnin okkar. Eða barnabörn þeirra sem þú varst að lýsa þarna 1944, að það komin í kynslóð sem stílur að það þarf að veita þjónustu og gera hana fyrir þjónustu takan. Ég verður bara að segja það, ég vil spóla aðeins lengra aftur og segja, sko, samskipti mín við skattin hafa allatíð verið afspyrnu góð. Það er að segja, ég kom kunningin eitt, ég var í sjálfstæðan rekstri og hafði ekki, það langt síðan að skrifa skýrslu alltaf hjá tollinum og þetta var allt í einhverjum óleistur hjá mér. Og það var kona sem var hreinlega, hún bara tók mig undir sinni verndarvæng og hún á skattinu. Já, og hún var bara yndislega, hún gekk í gegnum þetta lið fyrir lið og hún hefði ekki þurft að gera það hún hefði getið bara sagt, hunskastu bara og láttu ykkur, þú veist, ég ætla ekki að fara að eyða nei, hún var bara mjög elskuleg en það er ekki með alla stofnanir Nei, en ég held þú varst ekki að svíkja, þú bara kunnir ekki ég held þetta sé smátt og smátt að breyta og mér finnst það alveg yndislegt þegar mér finnst það frábært ef við fáum sko fólk sem skilur þetta til að stjórna þessum þjónustu stofnunum Ég get alveg tekið undir þetta þess að segja, ég fyndi þetta en það reynda nú erum við líka enn aftur stönd á tímamótum og það fyrirbæri sem er gervigreind sem að við taka við allir þessu góða fólki sem hafa verið að sína þetta góða viðmót og Trump var nú að fjárfesta í gervigreind ég veit ekki hvað hún mun nefnilega leysa ýmislegt af hólmi og breyta kannski ýmsu Enda góðu koninu og skattstofunni sem hjálpaði Hallfríði bara uppurt með hann það var komið gervigreind í staðinn Já, það verður þannig Það er byrjað Nú er komið að leikslokum Ég ætla að segja það í lokin eina sögu úr skattinu fyrir mörgum ári síðan að það var full Þú verður að vera ég er að vita mér það er alveg svona fullt svo kem ég loksins á borðinu og þá kemur Guðmundur Steingrímsson trommari heitinn kemur fram og byrjar að tromma fyrir fram að mig og segir ég veit hver þú ert og ég segi já svona Gunnar Egils hann var hafnað fyrir þessu mamma og pappi og þeirra kynslóð sko hvað vantar þið vinur svo alltaf svo kom hann skíla og hann trommaði allt þetta var alveg dá Var hann að vinna? Hann var að vinna sko Hann var ekki afgreiðsluna svo mikið að gera og kom til að hjálpa Gekk beintir mín og tromma Ég verður að segja ykkur svipaða sögu ég bjó á Akureyri sem unglingur og þar var ég Gaffraskóla og það var yndislegt og svo flutti ég til Reykjavíkur og svo var þetta alltaf bréfaskriftir frá sko skuldaði útsvara Akureyri þetta var alltaf svona bréf sem maður fékk og gluggabréf og svona frá þeim tíma svo allt í einu kemur bara venjulegt bréf svona venjulegu umslagi og svo handskrifað Kæri Viðar Mikið væri þú nú góður að þú myndir nú gera upp þessa litlu skuld svo kemur svona alveg í þessu tónu bréfið þetta voru einhverju 1000 kallar þinn vinur og svo kom þinn vinur á skattinu Nei, bara á bæjarskrifstofunni bæjargjaldinn
þá var það gammal kennari minn Gaffaraskóla fóð svo vel á með okkur í gamla dag að þetta var svona persónlegt bréf og hætta þessu stöðluðu vélrituðu bréf þá fór ég bara strax og borgaði bara eyrir ettunar bara til í bæjarsjóð Akureyrar. Jæja, við ætlum að hlaupa öðrum að Hallfríður Þráinsdóttir, Lísa Pálsdóttir Þórarins það fréttir núna það að fólk sé mjög gjarnan rangfeðra. Nei, ég klúður þess alltaf Bjarki Bjarnason og við ekki svo við leipum öðrum að takk fyrir að vera með okkur. Takk fyrir. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1